Já, en ég afgreiði hann á mjög stuttum tíma. Það ekki, ég talaði það seinast, það mjög einfalt það sem vera, eða ég held að sé mjög auðmeltanlegt. Ég var að gæla við að klára hann í þessum tíma, við höfum 20 mínútur eftir. Nei, eins og ég talaði á hann að ég ætla að byrja á hann núna, en þetta tekur ekki langan tíma, þannig að ég sjálfsagt klára í fyrir tíman á mánudaginn. Þetta bara mjög, það er hægt að skrifa mikið eða þú veist, en þetta mjög, skulum bara kíkja á þetta. Byrjum á því að kíkja á þessa aðskildu þýðingu. Og það sem ég ætla að gera, ég ætla að búa til hérna eitthvað nýtt forrit, og ég ætla að gera þetta með því að búa til nýtt project. Og hérna þannig ég ætla að velja new og project og hérna console application. Og svo segi ég next og ég ætla að kalla þetta eitthvað projektið á bara að heita aðskilin. Af því þetta að fjalla þessa aðskildu þýðingu. Og hvað þá, hún spyr hérna ef ég býti nýtt project, hún spyr project title og síðan í hvað folder ég geymi þetta og síðan verður til, þegar ég býr til nýtt project þá verður til einhver skrá sem heitir CBP. Það rauninni bara til þess að halda það ný skrá sem í rauninni notar til að halda utanum hvaða skrár verið að nota í þessu projekti. Af því að við erum kannski með marga skrár, af því að við erum að nota aðskilda þýðingu sem dæmi. Þannig að hér verður til, og þið sjáuð þegar ég fer þessa leið, þá býr hún til sér möppu fyrir þetta projekt. Þegar ég sagði alltaf bara new file og bjóð til forritið þannig, þá var það bara alltaf til í sömu möppunni, en nú verður þetta til í sér möppu. Ok, svo segir ég bara next og hérna ok, ég ætla bara að láta hana búa til þessa skrá sem þarna verið að tilgreina og ég segi finish og þá verður til nýtt projekt og við sjáum ég búin að þjappa þessu hér einhver main.cpp sem forritið og hún býr til svona eitthvað hello world forrit fyrir okkur. Ok, nú ætla ég að segja þetta forrit að ég ætla að nota einhvern klasa í þessu forriti en ég ætla að nota aðskilda þýðingu og þá ætla ég að segja hérna, þá fer ég bara að segja file og new og nú ætla ég að segja new class. Ég að búa til nýjan klasa sem ég ætla að nota í þessu forriti. Og þá kemur upp þessi valmöguleiki og ég ætla bara að kalla þennan klasa bara, hann heitir bara klasi eða eitthvað hér KLS vandrar ekki íð hér einhver klasi sem heitir klasi og sjáðu, hér spyr hann á að vera destructor í þessum klasa hvað þýðir það? Á að vera eyðir, það sem við vorum að kynna á þann og hérna, já þetta einhver einfaldur klasi sem ég ekkert að nota newvirkjan til að búa til eitthvað, þannig að þá ekki vera neitt destructor í þessum klasi þannig ég hendi þessu út hérna og svo spurt hérna á að vera copy constructor sem það sem við vorum að tala um á hann við erum heldur ekki að nota það hann spyr líka á að vera yfirskrifa assignment operatorinn þessa heila þrenningu, við erum annars að spyrja hvort hann eigi að koma með svona einhverja tillögu að þessu, ég ætla ekki að fá það hér kemur eitthvað header and implementation file shall be in the same folder. Ég að hugsa að hafa það þannig að þetta sé allt saman bara í sömu möppu main forritið og hérna þessu skrá sem ég að búa til. Já. Assignment operator þessi hérna að yfirskrifa sama sem virkjan sem við vorum að skoða rétt á hann. Hérna, ok, svo þetta eins og ég ætla að hafa þetta og ég segi, og þess kannski ég verðt að vekja athygli á hérna, hér stendur file name kemur þá inn í eitthvað sem heitir classy.cpp og header include, það fer inn í einhver skrá sem heitir classy.h sem sagt, það verða til tvær skrár annars vegar einhver header skrá sem fær nafnið þetta .h hins vegar einhver skrá sem inniheldur útfærslun á föllunum í klassanum sem fær endinguna .cpp og síðan segi ég bara hérna create hér og hún segir að the new class has been created og þá sjáum við að hér komin þá tvær nýjar skrár
þetta main forritið, þetta þessi sem heitir klassi.h og þetta heitir klassi.cpp. Ef ég skoða þessi klassi.h, þá þetta bara yfirlýsingar hluti klassans. Og sem við geymum í sér skrá, sem fær nafnið á klassanum og svo endinguna .h. Og það sem kannski bætist við, og það það, sum umhverfi gera þetta ekki fyrir mann, önnur umhverfi gera þetta fyrir mann. Ef við erum með marg vísa í sama klassa, þá myndum við lenda í vandræðum. Þá myndum við reyna fyrsta sinn sem vísað í þennan klassa, þá reynir hún að þýða klassan upp og væntanlega gengur allt í lagi. Svo eitthvað meira sem tilheyrir forritinu, það getur verið einhver annar klassi sem að vísa í sama klassa og þegar fyrir að reyna að þýða aftur þennan sama klassa, þá lendur hún í vandræðum. Segjum til dæmis að vera til klassi sem héti einstaklingur og svo varum við að nota klassan einstakling fyrir starfsmann, við vorum líka að nota klassan einstakling látum klassan nemandi erfa einstakling líka, við vorum að vísa sér oft í hennan einstaklingsklassa. Þegar varum vísað í annað sinnið í einstaklingsklassan, þá myndu segja hopp, þetta gengur ekki, þú ætlar að fara að þýða upp klassa sem heitir einstaklingur, en það til klassi sem heitir einstaklingur, sem enda sami klassin, en hann veit ekkert það. Þannig að þá myndu við hafa villu. Og það sem þetta gerir þetta hér, þetta svona stýringar fyrir, forþýðanda getur við sagt, að hann segir ef að þetta merki hefur ekki verið skilgreint, þetta sem heitir klass, þetta bara merki fyrir forþýðandan, að ef að það hefur ekki verið skilgreint, þá heldur hann áfram. Og þá skilgreina hann þetta merki, sem að gera þetta hér, þessi klassi H merki. Og svo bara heldur hann áfram og svo þýðir hann til fyrsta sinn. Næsta sinn sem hann myndi reyna að þýða upp, þennan sama klassa, þá þetta merki til. Þannig að hér sagt, ef að þetta merki ekki til, þá ég held áfram, en ef það til, þá hoppa ég bara yfir og fyrir í þetta endi fyrr. Þannig að þetta bara mekanismi sem búin til fyrir okkur, til þess að setja marg þýða sama klassa. Og include á klassan í öðru forriti og þá bara hvað segirðu? Ef þú setur bara include á klassi H í einhverju öðru forriti og þá bara kalla hann á þannig klassa. Akkurat, þú getur sett svona include og við sjáum það eftir, þá getur þú notað þetta. Og en þetta bara eitthvað sem við þurfum að passa okkur á. Þeir sem að nota Visual Studio, með minna að sé nota einhver annar mekanismi þar til að koma í veg fyrir að það eitthvað æmann í hvað var, en það kannski lítur ekki nákvæmlega svona út, en það gert bara með öðrum hætti að tryggja það að við reynum ekki að marg þýða sama klassan. Það X-kód líka? Hæ? Það X-kód líka? Jú, ég gerir ráð fyrir því. Ég held örugglega, en þið sjáu það, ef það ekki gert fyrir ykkur, þá bara bætið þessu við og undir. Það alltaf sumt. Og yfirleitt ef að klassin, yfirleitt merkið látið heita með stórum stöðum, nafni á klassanum og svo underscore H, það standardinn. Ok, þannig að þá komin yfirlýsingar hluti klassans og svo ef við skoðum klassi.cpp, bara komin það sem útfærslu hlutin sem við höfum alltaf sett fyrir neðan. Og þetta raunin allir galdurinn við aðskilda þýðingu. Við bara setjum upp þetta ekki alveg allur galdurinn. Vegna þess að í útfærslunni þá verðum við að vísa í háskrána eins og gert hér. Og í main forritinu að þá verðum við líka að vísa í þessa skrá. Og ef við fyrir núna í main, ef ég myndi alltaf búa til tilvika þessum klassa sem heitir klassi, að þá myndi ég þurfa núna að bæta við, include og svo núna segjum við gæsalöpp, það þá klassi.h. Og þar þá klassa þá það að vera í sömu möppu og main getur. Já, þetta þýðir í rauninni það að þetta sé í sömu möppu, þessi gæsalöpp, ef við erum ekki með gæsalöppina ef við erum með þetta þá þýðir þetta bara að þetta skilgreint það sem að C++ sett upp í rauninni. Þetta einhver svona standardklassi sem fylgir með C++, en þetta að þessi gæsalöpp utan það í staðan fyrir svona hotklófi, það þýðir í rauninni bara það að þetta inn á sömu möppu ef við vísum ekki á okkur aðra möppu. Þetta inn í sömu möppu
og sem forritið sjálftir. Reyndar eru svo forritunar umhverfið stundum að bjóða einhverja stýringar. Eins og þið tóku eftir ég hakkaði þarna við að þetta ætti að vera í sömu hérna, en við skulum segja okkur þetta á bara að vera í sömu möppu. Og það er rauninni bara það sem gæsalöp þýðir. Þetta er ekki hluti af kerfinu, þetta er eitthvað sem við höfum búið til, þannig að við þurfum að stýra því hvað þetta er. Og ég er búin að stýra því þannig núna að þetta sé inn í sömu möppu. Og í rauninni þá er bara galdurinn kominn. Þá erum við búin að læra að telja það sem við þurfum að vita aðskilda þýðingu. En af hverju þá háskráin fyrir stórum stöðum? Sko, háskráin heitir bara, þegar ég skilgreindi klasan, þá skilgreindi ég klasan með litlum staf. Ef ég hefði skilgreind klasan með stórum staf, þá ætti háskráin að vera með stórum staf. Þú fara inn í háskráin? Já, ertu að spá þetta hér? Já, þetta er sko ekki klasin, þetta er þetta merki sem hún býr til þess að tryggja það að sé aldrei eitt að þýða nema einu sinni. En núna getum við farið og útvært smiði, útvært, já, hvað sem er, bara í klasanum, og það myndi virka nákvæmlega eins. Allt og sumt, ef við höfum vanið okkur á að setja yfirlýsingar hlutan fyrir ofan, þá er það sem að við setjum, það fer í háskrána, það sem að við höfum sett inn í yfirlýsingar hlutan, það sem kemur í útværslu hlutan sem við höfum sett inn neðan meginforritið, það er það sem kemur í CPP-skrána. Og svo þetta, sem sagt, og það er það sem að forritunarumhverfið gerir fyrir okkur, allavega þetta og flest, að hún bætir í CPP-skráni, þá þarf ég að vísa í háskrána. En hún er búin að setja það inn fyrir okkur. Og á sama hátt í mainskráni, að því að nú er ekki klassskilgreiningin í sjálfri mainskráni, að þá þurfum við að setja include hérna. Og þá erum við komið með þetta. Núna gæti ég væntanlega búið til tilvik af, nú gæti ég sagt eitthvað svona klasi, eitthvað, tilvik, ég kallar þetta tilviki af þessum klasa, eða K1 eða whatever. Prófum að þýða þetta. Já, og svo þurfum við að þýða, maður þýðir ekki háskrána, en maður þýðir CPP-skrána. Þannig ég þýði hérna, og hvað kemur núna? Undefined reference to klasi. Var ég ekki inn í hérna? Klasi.rá, getur þetta ekki klasi? Og ég er búin að eða löngum tími í það að segja hvað þetta sé einfalt og svo klikka ég á þessu. Ha? Já, ég er búin að gera allt, eða ekki? Ég hef nú ekki haldið það. Setjum inn hérna eitthvað getfall, setjum hérna í klasi.h og allir að setja eitthvað svona int tala, ég ætla að búa til tilvik, eða sem búa til, þannig að sé eitthvað, búum svo til eitthvað getfall hérna, hvað ætla ég að segja, int get tala svona, og svo ætla ég að fara í CPP þá og útfæra það, og þá ætla ég að segja ég ætla þá að segja int klasi tvípunktur get var ekki svona, tala ha jú, ég ætla að þú að gera það sko
segja hér þá til dæmis tala tekur gildi 0 svona maður sjá, býðum með þetta ég er svolítið hissa á sig hérna svona sko það á ekki að já, nú er mér allir lokið klasi tilvik heyrðu, ég hef ekki hafa heimaverkefni fyrir mig að finna hvað er að ég held að sé eitthvað að uppsetningunni það sé nú það, en þess að ég held ég hafa gert það nákvæmlega sama á það ég er nú samt ekki sáttur við það heyrðu, finnum út úr því fyrir næsta hérna, þið getur prófa ég skal prófa hérna að vista þetta ég getur prófa hérna að keyra þetta hjá ykkur að þið þurfa að segja þetta virki hjá ykkur ég held að þetta sé eitthvað samt uppsetningu hér já hver er munur á protected og private sem að private liður sést bara hjá því sem er tilvik eða sem í klasanum sjálfum en það sem er ekki í erfðum klasa en í protected það sést líka í erfðum klasa en ekki annar staðar